Já, verið velkomnir áhorfendur góðir og verið velkomin hér í Káa TV. Hér að hefjast leikur Káa og Þróttar Vogum í annar umferð með úrvalsdeildar karla í blaki. Það er að venjast því að segja ekki með Súnadeildin, smá breyting þar á. En já, eins og segi, þetta er leikur í annar umferð. Káa vann góðan sigur í fyrstu umferð á Þrótti Fjarðabyggð. Það var krefjandi leikur sem Káa lenti 2-1 undir en kom sterkt tilbaka og vann á lokum 3-2 í Odda-Hrinu. Þróttur Vogum átti hins vegar við ofurefli að liðið mætti Íslands deildar og bikarmeisturum Hamars og tapaði 3-0. En við skulum fara að byrja á að kíkja á lið gestana. Og númer 7 er Mattius Snarski, númer 9 Demian Mosek, númer 10 Konrad Vasilevski, númer 11 Pavel Gotthard, númer 17 Mikael Artur Kwiatkowski, númer 19 Marcin Leksicki, númer 20 Kristian Sjöeki, númer 38 Roberto Guarino og 69 Gnívomir Mastalerek og þjálfari er Jóhanna Kolek. Já, ótrúlega skemmtilegt að við séum með lið frá pólska samfélaginu, hérna frá Þrótti Vogum. Þeir voru með í efstu deild í fyrra, stóðu sér bara með prýði. Þá lék nú með þeim Káa góðsögn, Pjótr Kempisti, hann er hins vegar ekki með lengur. En já, eins og var áhugavert að sjá hvernig þeir koma til leiks hérna í vetur. En Káa liðið að sjálfsögðu svona líklegri aðilinn fyrir leik. En kíkjum á lið Káa. Númer 1 Óskar Fernández Celis skoraði 28 stig í þessum fyrsta leik og var algjörlega magnaður og já, átti 17 uppgjafir í fyrsta leik og aðeins ein mistök, það er vel að sé vikið. Númer 2 Patrik Konstantin Bors, nýr leikmaður sem mitt leik sinn fyrsta leik á dögunum. Þetta er mitt bara fína leik gegn Þrótti Fjarðabyggð. Númer 3 er Miguel Mateo Castrillo, magnaður kappi, síðasti leikmaður deildarinnar síðustu 4 árin og sem ekki ólíklegt að hann haldi því áfram. Númer 6 er Birgir Freyr Elvarsson, líberón okkar. Já, það er 0 í öllum tölum sem við sýnum eins og villum stundu verða með líberón sem spila bara vörn. Númer 7 Alexander Arnar Þórisson, hann finnst eins og hann sé nú farin að skipta sig meira og meira yfir að vera kantur heldur en Díó eða miðja eins og hann er þekktur fyrir. Sjáum hvernig hann spilar í kvöld. Númer 9 Sölvi Páll Sigurpálsson, hann átti 6 uppgjafir í síðasta leik og klikkaði yngri. Númer 10 Hermann Býring Ottosson, þú fara að gefa þessi í stutt í leikinn. Númer 12 Edvard Konstantin Bors, einnig nýr leikmaður. Númer 13 Gísli Martin Baldvinsson, númer 18 Vigfús Jónbergsson og 20 Benedikt Rúnar Valtísson. Sama 15 uppgjafir, enginn klikkaði og 23 Ragnar Óli Ragnarsson og þjálfari svo að sjálfsögðu Andrei Collins dos Santos. Tók við á síðast tímabili og var þá einnig leikmaður en núna er hann einbeitt sér að þjálfurinni og hefur komið skemmtilega inn í starfi hjá okkur. En þetta er farið að staða hérna. Þróttararnir í smá vandræði með móttökurna en gerði vel úr þessu. Óskar Guðmundsson hennar bolta út og það eru Þróttararnir sem að taka fyrsta stigið. Boltinn út frá Óskari. Munum vantarlega að reyna að loka vel á Óskar í dag. Eins og 28 stig í síðasta leik, það er ansi vel að sé vikið. Boltinn upp á Benedikt Rúnar Valtísson. Kemur Káa á blaðið. Og já, Benedikt búinn að koma Káa inn í þetta á, hérna er þeir í miklu vandræðum áttökunum en koma boltanum yfir. Nú þurfum við svo að nýta okkur þetta. Þetta er upp á Matteo og hann kemur þessi gól á endanum. Setur boltan fastan hérna á Marcin. Nei, Marcin Leksicki náði ekki að stýra þessum bolta nægilega vel. En það var boltið fastur og beint á hann. Það var erfitt að taka við þessu. Káa 2, Þróttur 1.
Boltinn hérna upp á kantinn, neða upp á Díon fyrir gefið og þetta hörkusmass. Og Damian Mosik, Konafla, öflugur leikmaður sem að munum alveg örugglega sjá ansi mikið af hér í dag. Þróttararnir aðeins með 9 leikmenn á skýrslu, já, 9 leikmenn á skýrslu, þannig að það eru vantarlega smá álag á þeim að þetta lengist eitthvað. Þessi uppgjöf frá Matthías Snarski, ekki alveg nægilega góð, fyrir út. Káa 3, Þróttur 2, fer svona rólega stað, eins og segja, svona menn reikna kannski eðlilega með sigri Káa-liðsins hér í dag. Káa-liðið ætla sér alveg klálega hluti í vetur. Og kemur hratt uppspil á miðjuna en þessi bolti út. Ágætlega útfært en boltinn hérna frá Gnífamýr ekki alveg nægilega hnitmiðaður og fórum þess að bara tölvut út. Káa 2 stiga fórustu. Og kemur boltinn á kantinn og þessi bolti út frá Gotthard. Var svo sem ekkert langt út en úti var hann og Káa komið 3 stig í röð. 5-2. Og já, þetta gekk ekki og Þróttararnir fengu þarna sitt 3. stig. Ja, Damian Mosik þá klár í uppgjöfina. Föstu bolti með Óskar tekur vel við, kemur Sölvi hennum megin, Hávarn ykkur kraftanur úr þessu. Og það rendar þetta, þessi bolti úti frá Matteo. Og Þróttararnir búin að koma aftur inn í þetta, 5-4. Þessi, já, við gaman af liðið Þróttar í fyrra. Þeir hafa mjög gaman að þessu, setja enga pressa á sig, endilega vera hvað náðu einhverjum mikil úrslit, bara að reyna að njóta þess að vera inn á vellinum og þannig geta stundum oft verið hansi hættuleg. Og hér Damian Mosik að gera ás. Og við erum í vandræðum móttökuna og Þróttararnir fá þetta stig, frábær Hávarn þarna á Gnífamýr Masta Lerek. Og í kjölfarið dæmt móka Káa-liðið og Þróttur komið 4 stig í röð, 6-5. Já, þeir eru að býta frá sér núna. Þessi boltinn svo út, vel geti Óskar láta fara og staðan jöfn aftur 6-6. Og reyna að lauma hérna en Birkir velvakandi, kemur Matteo hinum megin, fín varnarleikur á báðum liðum núna. Og þetta vel gert hjá honum Gotthard. Já, setur hann í Hávarn og niður. Pavel Gotthard með gott stig. Og Þróttur aftur stigi yfir. Þessi Káa-liðið hefur líka engan æfingarleik á tímabilinu og bara búin með eina leik. Þeir eru nú Þrótt Fjarðabyggð í síðustu umferð, þannig að svona kannski eðlilegt að strákarnir séu aðeins að finna svona taktinn sinn. Og þessi bolti frá Matteo í netið og tilbaka. Og Þróttur Vogum 2 stigum yfir núna. Þetta þokkaleg sveifla hjá þeim. Káa 5-2 yfir rétt á hann. Þetta upp á Sölva. Sölvi skilur þessu vel og þarna. Já, þetta var flottur bolti. Ragnar þarna spilari hjá okkur. Lúrði og refsaði leið og þeir mistu boltan yfir netið. Og Ragnar Óli Ragnarsson kominn á blað.
og þessi bolti af háhutinu út, vel gert hjá Mikael Artúr. Hann kominn á blað hérna og Þróttararnir eru áfram að leiða þetta. Birkir fín móttaka hjá honum, boltinn upp á Óskar. Óskar setur hann í háhutinu og út og sækir stígi fyrir Káa. Já. Og þá Óskar kominn á blað. Þetta mikilvægt fyrir okkur að virkja Óskar. Og Ragnar fer þá í uppgjöfina. Setur hann út. Og enn leiða gestirnir. Og Marcin leiks ekki í uppgjöfinni. Þessi bolti allt og langur. Það var aldrei afið að hennar bolta fara á Káa-liðinu. Og staða núna Þróttur 10, Káa 9. Og var í uppgjöfinni Patrik Bors fyrir Káa. Fínn boltur á honum og Káa-lið gerir vel úr þessu. Kjöður boltan upp á Matteo. Matteo skellir þessi gólfið. Jafnari 10-10. Matteo kom með 2 stig. Fín hávortni á Benedikt þarna, tegur kraftin úr þessu. Í staðinn þá fáum við smass hjá Matteo. Matteo skýrar í gólfið eins og svo oft áður. Káa 3 stig í röð og tekur fórustuna 11-10. Já, þetta var virkilega vel gert hjá strákunum. Heisti hjá Benedikt í hávortinni. Og svo fínn bolti á Matteo sem skýrar eins og svo oft áður í gólfið. En þetta var hins vegar líka vel gert hjá Þrótti Vógum. Boltinn af háhorninni og út og Mikael Artúr með sitt annað stig, jafnari 11-11. Þetta ætlar að vera hnífjafnt hérna í fyrstu hrinnu. Þessi út, full uttalega og Káa fær hérna ódýrt stig. Óskar Martínez fyrir Káa. Og þessi bolti dæmdur úti. Þannig að Káa-liðið fær hennar bolta. Þetta steg fyrirgefið. 13-11. Þá Óskar Fernández hérna í gjöfinni. Ágætis móttaka. Og svo kemur þetta steg frá honum Gotthard af hárinu út. Hann fagnast þessu vel og innilega komið 2 stig hérna. Já, eins og ég segi, þeir hafa ansi gaman að því að vera hérna í úrvalsdeildinu og spila og það bara frábært. Og þeir eru að standa sig vel hérna, stigi undir og þessi fyrsta hrinna er það hálfnuð. Hann klikkar uppgjöfin hjá Mattius Snarski. Já, þá kemur Vigfús nokkur Jónbrektsson í lið Káa. Fúsi alltaf afar sannfærandi í uppgjöfunum sínum og næstu búinn að sækja ás þarna en gott að náða að berga þessu og frábærlega gert hjá Fúsa. Hann náði að halda þessi bolta lifandi og þessi bolti enn á lífi. Káa-liðið í smá pressu hérna núna. En bolti enn á lífi, hvað gerist núna? Frábær hávörn og Káa færa hendanum stíið. Já, Miguel Matteo Castrillo komið 4 stig og þetta var öflugt blokkstig. Náða að loka á hann Gotthard sem er búinn að vera mjög öflugur og nú þarf hann að setja hann þægilega yfir og nú er lag fyrir Káa. Kemur Sölvi hinum megin.
En boltinn ekki alveg nægilega góður beint á Kristján þarna og Káa-liðið fær hennar bolta. Út fer hann og þá tekur að taka gestinni leikli. Hún Jóhanna Kolek búin að fá sjá nóg í bili. Þetta komið smá erfið kafli núna. 16-12 fyrir Káa og ég held samt að Þróttararnir getur nú að vera ansi ánægðir með sína frammistöðu til þessa. Smá erfið kafli núna og svona býttu svo að reyna að stoppa þetta aðeins og aðeins að anda. Halda bara haus, þeir eru búin að eiga eins og fínan leik. Já, og heldur Fúsi áfram. Fram samfærandi í sínum uppgjöfum. Fastur bolt á miðjuna en frábælega varist að Fúsa og kemur Sölvi hinum megin og hann að skora. Spurning hvað þessi bolti fyrir út en gott að tekur hann og nær ekki að stýra hann betur eins og svo að Káa-liðið fær stigið 17-12, 4 stig í rauða Káa. Sölvi Páll Sigurpálsson kominn á blað. Þetta var virkilega gott hjá Fúsa okkar. Góð bolti frá honum. Setjaði boltan á Díóin. Boltin aftur á Sölva. Sölvi að skilja sig vel. Þeir ná einhvern veginn koma boltan yfir aftur. Kemur Káa-sóknin Matteo svo með hennan hörku bolta og skorar. Já. Nú svona finnst mér Káa-liðið vera farin að finna taktinn heldur betur. 5 stig í röð, 6 stiga munur og það svona farið að líða á seinni hluta þessa fyrstu hrinu. Það var erfiðara fyrir gestina. Þetta vel geta Fúsa en boltinn í neti. Sýndist Sölvi halda myndið leika yfir. Svo var ekki. Og staðan 18-13 fyrir Káa. Kemur hann Damian Mosik fyrir gestina, fastur bolti en Sölvi tekur vel við, kemur boltinn aftur á Sölva og Sölvi þrumar sig í hávörnina, boltinn enn á lífi, Birkir tekur hann, boltinn upp á Matteo, Matteo með fastan bolta og hann endar í gólfinu, já. Það rosalega erfitt að vera í hávörninni hjá Þrótti núna þegar við erum að leika okkur að því að skipta á milli Sölva og Matteo henni framlínunni. Og hann að velja ansi vel hann Patrik í uppspilinu. Þessi uppgjöf frá Matteo í netið. 19-14 því staðan. Káa 6 stigum frá því að klára þessa fyrstu hrinu og Þróttur þarf að koma með smá kafla núna að þeir ætla að koma sér aftur inn í þetta. Við svo sem oft séð magnaðar sveiflur í blakinu. Bolti hratt uppspil á Ragnar og Ragnar klárar þetta, já. Ragnar Óli Ragnarsson kom með 2 stig. Smá vandræði hérna í móttökunni en þeir kom boltanum með endanum yfir. Þurfum að nýta okkur þetta. Smá miskilningur hérna hjá þeim Patrik og Ragnar. Og Þróttur kom með 15 stig hérna, 5 stiga munur. Þetta er ekki alveg búið. Þetta hraða uppspil á miðjuna getur eins og þetta getur alltaf klikkað. Það er því lítið vopn sem það getur verið þegar þetta hefnast. Þessi bolti full upptalað eins og hjá Gníomir og Káa 6 stigum yfir. Já, þá er skiptingin loksins búinn og Gísli Marteinn fer í uppgjöfina fyrir Káa, nýkominn inn á.
Sittur hann þess að beint í netið. Og skiptir svo beint út af fyrir Birki Freyr Líbero. Aðjá. Mögnuð innkoma. En ef ég þekki Gísla rétt þá er hann aftur að koma aftur inn á það vel. Öflugur strákur hjá okkur sem að spilaði vel á síðustu tímabili. Það hefur verið viðlóðandi úlingarsliðin. Og KA-liðið fær þetta stiga að lokum 22-16. Þá er Patrik fyrir KA-liðið. Fín móttaka. Og þetta er hörkubolti. Já. Dimian Mosik með gott stig. Þessi bolti út hjá Mikael Artur. Já, einhver smá mistökur þarna. En KA-liðið núna 2 stigum fyrir að klára fyrsta hrinnu og ég reikna hann með að klára þetta úr þessu. Gott arturna, en þetta er frábærlega vel staðsett hjá Patrik og svo kemur þessi lauma hérna algjörlega upp á 10 hjá Matteo og KA er að klára þetta. Þetta taka sitt seinna leiklið hérna í fyrstu hrinnu. Gestirnir, Jóhanna Kolek reynir eitthvað aðeins að kokka upp eitthvað til þess að ná núna 7 stigum í röð og knýja fram upphækkun. Spurning hvort það takist. Eins og ég segi, náttúrulega kannski eins og við reiknum með, KA-liðið er á pappírinu sterkara lið og Þróttararnir náttúrulega eins og er skemmtilegt lið frá pólska samfélaginu hérna í Íslandi og kannski númer 1, 2 og 3 bara gaman hafðum að vera með lið í vetur í efstu deild. Hvað endar þetta? Fín hárn á strákunum og kemur Matti á hinum megin, fastur bolti og þetta er stig fyrir KA. Hann náði ekki að stýra þessu bolti í vörninni og Matti á klárar þessa fyrstu hrinnu 25-17, 8 stig hjá honum í fyrstu hrinnu og endanum sannfærði sigur KA eftir þetta hafði verið jafnt á svona fyrri hluta hrinnunar. Og þetta er svona kannski svona líklega saga leiksins. Það er svona þegar líður á hrinnunar þá mun KA-liðið svona stinga af. Þetta var ágætt skemmtur þessi fyrsta hrinna. KA 8 stiga sigur. Kíkjum kannski aðeins á stigaskoruna hjá liðunum. Byrjum á KA-liðinu. Þar eru Mikael Matteo Castillo 8 stig, Ragnar Óli Ragnarsson 2, Óskar Fernandes Selís 1 og þeir Sölvi Páll Sigurpálsson og Benedikt Rúnar Valdirsson 1. Sjáum gestina. Þar er Dimian Mosik með 3 stig, Pavel Gotthard 2 og Mikael Artur er með 2 stig. Við kíkjum aðeins á stigin í þessari fyrstu hrinnu. Kemur hér 25-17 sigur KA í fyrstu hrinnu. KA með 10 smalstig gegn 5. Hann var 1 á þessari fyrstu hrinnu og það var hjá gestunum. Dimian Mosik með hana, en með hann 2 laumur að KA gegn 1. Aðeins 1 blokkstig, það var hjá KA og KA fær 12 stig eftir mistök hjá gestunum en Þróttarar fengu 10 og Þróttararnir leiddu þarna 8-10 eftir að KA hafi verið 5-2 yfir rétt áður en svo sýndi KA-liðið styrkinn og vann á lokum tiltölulega sannfærandi sigur í þessari fyrstu hrinnu. Kíkjum svo örstutt á tímalínuna, hvernig þessi fyrsta hrinna spilaðist. Það kemur hér. KA 5-2 yfir hérna í upphafi, svo kom hann þessi öflugi kafli hjá
Þrótturum sem snéru stöðunni yfir í 8-10-5 vil. En þess fyrir utan þá var KA-liðið sterkari aðilinn. En spurning hvort það breytist eitthvað í þessari annari hreinu sem væntanleg. Minnum á að það KA veisla á morgun. Fyrst klukkan 2 á Greiðavellinum KA FH í loka umferð Pepsi Max-deildarinnar í fótbolta sem KA getur tryggt sér næst besta árangur í sögu sinni með tryggja sér þriðja sæti í deildinni. 4:30 svo leikur hérna í KA-miðlunu og á KA TV þegar KA Þór mætir Stjörnun í kvenna handboltanum og svo klukkan 6 kvöldið þá byrjar Oktoberfest KA sem svona saman tíma lokháfi í fótboltanum. Þannig að ef þið hafið áhuga endilega verið með okkur á morgun. En önnur hérna farin af stað hérna, Benedikt Rúnar, já. Hann rétt nær að sneiða hana bolt í gólfið. Og kemur með fyrsta stigið. Þróttur átti fyrsta stigið í fyrstu hreinu en þessi með svona KA-liðið að fara að ná fínu tækja á þessu. Fín hávort hérna þeirinn af Lauma en Patrik kastar sér á þetta. Óskar með fastan bolta en gott hérna að verjast. Snúa vörðin sókn en þetta vel gert. Hvar hendar sér bolti? Kemur Óskar. Hörku smás frá honum beint í gólf og KA 2-0. Óskar Fernandes Celis kom með 2 stig, þessi 28 stig í síðasta leik. Ólíklegt að ná þeim tölum í þessum leik, en hvað veit maður? Og þessi bolti af hávörðinni og út. Hörku bolti hérna hjá Mikael Artúr. Og staðan 1-2. Birkir ekki vandræði með hennar bolta. Það tekur upp á Óskar. Óskar með fastan bolta. Þeir missa hann yfir. KA-lið kemur þá aftur. Aftur Óskar. Frábær hávörð eins og hérna. Það var Mattheus Snarski sem tekur hennar bolta. Fyrsta blokkstig gestanna og þeir eru búin að jafna í 2-2. Fagnaði þessu vel og innilega. Ég segi það gaman að þeim. Og þessi bolti út. Og KA fær hérna ódýrt stig. Jæja. Erfið bolti aftan við hann en boltin yfir. Erfið bolti á móti en Matti setur hann í hávörðina og Patrik svo slá hann aftur yfir. Gott að hinn setur hann í hávörðina og niður. Jafnir 3-3. Já. Þetta áfram hnífjafnt hérna í upphafi annar hreinu. Sjáum hérna að Mattheus Snarski, þessi bolti frá honum beint á Birki, frábær móttaka hjá honum, boltin upp á Matteo og þáttur að Matteo hafi aðeins hikað þarna. Þá skýrir hans í gólfið og gerir 4 stig KA. KA leiðir þetta áfram. Þá kemur Ragnarinn í lið KA. Fýtt bolti en gott að tekur vel á móti og svo fastur bolti hérna og Benedikt nær ekki að stýra þessu og Mosik að skora hérna 4. stig gestanna og hans 4. stig í hrinunni. Svo sjáum við hérna. Já, Óskar, flotta móttöku, kemur Sölvi hinum megin en
frábælega gert hérna í vörninni og svo í kjölfari kemur Gottard með þetta smass í hárunum út og Þróttar þeim komnir yfir í 5-4. Pavel Gottard 4 stig í honum en Kristján Svíhiski með frábæra takta hérna í líberostöðinni hjá Þrótturunum og hérna kemur Ás. Já, 6-4 þró 3 stiga sveifla. Dimian Mosik með þennan Ás. Ja, nú sér Óskar við honum, kemur boltinn á Sölva, það var erfið bolti og Sölvi setur hann út 7-4 fyrir Þrótt. Já, erfiðu kafli að kafa núna og vantar smá talandi þarna en boltinn er á lífi og Sölvin er að ýta hann yfir en nú er hins vegar lag fyrir gestina. Missa hérna boltan yfir hérna í uppspilinu og þarna lúrir Matti og bombar sér gólfið. Þetta er gjöf fyrir K.A.-lið og Matti og þykkur það með þökkum. Komið með 10 stig. Já, þetta var klaufalegt hjá gestinni, voru hérna í lykilstöðu á að refsa K.A. enn frekar. Og Matti úr afturlínunni laumar frábærlega. Sá þarna að það var risa pláss milli fram á afturlínu og skilja boltanum listileg gólfið 7-6. Matti á 11 stig. Þau verða fleiri. Þannig að lauma og þetta er virkilega vel gert. Frábær lauma hjá Marcin Leksicki. Já, hann sá að Hávardin var bara að bíða eftir uppspilinu og þá er voðinn vís. Hrattuslega Ragga og Raggi klárar þetta frábærlega. Já. Aftur hratt upp á Ragga og þetta er að svínvirka núna. Já, þeir eru fannir að hitta vel á tímasetninga núna Patrik og Ragnar Óli. Ragnar Óli Ragnarsson kom með 4 stig, jafnari 8-8. Eins og þar hættu við því að taka kannski smá tíma að K.A.-liðið slípist betur saman. Og þetta er bara að líta betur og betur út. Þessi bolti út hins vegar. Hann var tæpur, þeir mótmanna þessu gestirnir en þessi var held ég alveg örugglega úti og K.A. komið stigi yfir þegar að gestirnir taka leikhlé. Það er þjálfari þeirra Jóhanna Gólegg sem tekur það. Sjáum hérna stigahæstu menn. Jæja, höldum áfram hérna. Smá vandræði móttökunni, kom boltan yfir endanum. Jæja, Patrik tilbaka á Matti og afturlínunni. Hörkubolti bæði af Hávardinu og í gólfið. Þetta var alltaf stig fyrir K.A. Og við erum að nýta Matti og vel núna komum með 12 stig í kappinn. 4 stig rauða K.A. og við erum að snúa þessu okkur í vel. Eftir öflugan kafla þarna hjá Þrótturunum. Aftur Matti og afturlínunni, Hávardinu og út. Þetta gerir hann svo vel.
það svo gott líka að hafa leikmann eins og Matti og verði smá óvissu með hvað ætlar að gera. Bara já, ég seti bara boltan á Matti og hann hendar örugglega með stígi. Og hann komið 13. Sölvi með hennar bolta. Hann fín, móttakan góð hins vegar og þetta vel útfært hjá Þrótti. Gnývamir Mastalerek. Hann komin á blað. Átti móttökuna, fekk boltan tilbaka og skellti sér beint í gólf. 11-9. Birgir tekur vel á móti beint á Patrik. Patrik upp á Óskar. Óskar að háorðinu út. Já. Þetta gerist hratt núna. Það bara móttaka og beint í stig. Þá Benedikt Rúnar Valdísson mættur í þálmínuna hjá okkur. Þessi var líklegast að leiðinu út en hann tekur hann endanum. Smá miskilningur hérna, hann að Káalið fær þægilega bolta og lauma en Mosík tekur vörnina hann vel. Boltinn enn á lífi. Óskar skilur hann yfir. Það gera gestirnir núna. Boltinn upp á Mosík og afturlínunni. Háðin Óskari. Góð en boltinn endanum út og Þróttarnir fá stigið. Damian Mosík komið 5 stigastur í liði gestana. Óskar flott bolti hjá honum og hann kemur tilbaka og hann svarar hérna fyrir háorðin á hann. Þetta beint í gólf. Já. Og þessi bolti frá Patrik út og við erum áfram í hérna hörku spennandi leik í annar rinu. KA 13, Þróttur 11. Það sterk blagmenning í Pólandi og kemur lítið á þetta blagsamfélagi þegar pólska sé öflugt hérna á Íslandi. En þetta gott stig, Óskar Fernández Selís, 5 stig. Káa alltaf að venjast lífinu án hans Philips sem alltaf hefur verið heilinn í Káa-liðinu ansi langt skeið. Búinn að leggja skóna heilina. En Káa hér komið 4 stigum yfir og það tekur Jóhanna Kolek leikhlé fyrir gestina. Seinna leikhlið hennar í annar hinu og spurning hvort þetta sé ekki bara það sem að koma að skala eins og ég sagði að það sé jafnt svona til að byrja með og svo svona getum undir og liðurum betur og betur fram til að líður á hreinurnar. Sjáum þetta síðustu stigin. Það að kvikna á honum Óskari, Óskar Fernández Selís. Aðeins 1 stig í fyrstu hreinu en kom með einhver 5 stig núna. Óskar með hérna bolta, þetta svona fín móttaka og Endi þetta smá vandræði með að koma yfir en komaði enga síður á endanum og Matti og les frábærlega aðstæður hérna. Setur hann í hávörðina út og hann komið með 14 stig í kappinn. Og Káa núna eru bara komnir í gírinn og þetta svona stefnir í tiltölulega samfærandi sigur, ekki nema eitthvað mikið gerist og þetta kemur áhugaverð blokk hjá Benedikt Rúnar Valdísson. Það að krafsa þarna aðeins í boltan. Það var nóg
Hann komið 3 stig og já, annað blokkstig Káa í leiknum. Óskar því áfram í uppgjöfinni. Fínn bolti, eins og fín móttaka. Núna vantar aðeins upp spilið hjá þeim. Og svo kemur Sölvi hennar bolta af háhörtinu út. Og Káa komið 7 stigum yfir, 5 stiga kafli. Sölvi með fína bolta hana. Og þessi bolti af antennunni eða spírunni og svo út, þannig að áfram heldur þessi góði kafli Káa. 19-11, 6 stig í röð og þetta að verða ansi erfitt fyrir Þróttarana. Stefnir allt í að Káa verið komið í 2-0 hérna eftir þessi 2 hreinunar. Óskar hennar bolta, góð móttaka og gott með lúmska bolta en Patrik nær honum. En Matteo með yfirsýnina og lauma. 4. lauma Káa-liðsins og Matteo á nú ekki 3 ára þessum 4. Miguel Matteo Castrillo. Magnaði kappi, algjörlega magnaði kappi. Og Óskar öruggur í sínum uppgjöfum áfram. Og sækir Ás leið sem í hrósunum. Ég ætlaði að segja að hann myndi kannski koma með hann í neti núna þegar leiði var að tala hann. Nei, hann sótti bara Ás og Káa 10 stigum yfir hérna 21-11, 8 stig í röð. Þá gera gestirnir breytingu. Hann Gotthard kemur út og í hans stað mætir hann Roberto, nei fyrirgeðu, þetta hann Konrad fyrirgeðu. Og aftur Ás hjá Óskari. Mistök hérna í móttökunni hjá Kristján og já, þetta orðið bara algjöru bursti hérna í annar hreinu. 11 stiga munur og Káa-liðið ekki hætt. Já, þetta betra hjá Kristján. Og þarna náði loksins að losa stöðuna. Demian Mosik kom með 6 stig og 12 stig Þróttar í hreinunni. Sölvi missir móttökuna yfir og þarna Mosik ekki lengi að átta sig. Skettir þessi gólfið. Það svo hættulegt þegar hún missir móttökuna strax yfir. Þá alltaf menn ekki búin að koma sér í stöðu og Demian alltaf bara öflugur leikmaður sem að skilja þessu að sjálfsögðu í gólfið í þessari stöðu. Aftur missum við móttökuna yfir og það bara stig beint í andlitið. Þetta var Roberto Guarino. Já, móttakan að gefa sér núna. Þróttararnir að nýta sér það. Mundurinn hins vegar 8 stig og þetta erfið staða. Þetta eins og flott hjá Óskari, boltin tilbaka á Matteo bombar þessu og þeir ná þessu bolta aldrei. 23-14. Kemur kannski lítið á orð að við höfum leikið til Matteo. Til þess að losa þessa stöðu. Kemur Benedikt fyrir Káa. Það erum án líbera núna meðan Benedikt í uppgjöfinni. Já, það varði ekki lengi. Þeir losuðu þetta með stíði frá honum Konrad Vasilevski. Nýkomin inn á og komin úr blaða núna. Átta stiga munur, Káa 2 stigum frá því að klára aðra hreinu og þessi bolti af netinu.
Það truflaði Birki í móttökjunni. Þannig að þetta einfallega ás hjá Damian Mosik. Þetta svo fín móttaka hjá Birki og KA-liðið fær stig í kjölfarið. Kemur þessi bolti frá Mosik í netið og út og þá þýðir það að þessi fyrsta hreina, neða önnur hreina búin. 25-15 sigur KA. Og eins og ég segi, þetta svona bara gott dæmi munin á liðunum. KA-liðið bara einfallega sterkara og í 25 stiga hreinu þá á KA-liðið bara einfallega að vera það mikið betra að þetta á ekki að veist mikið fyrir þeim, en saman tíma samt hrós á gestina. Þeir eru að ná að hanga í okkur fyrri hluta bæði fyrstu og annar hreinu og gera okkur aðeins erfitt fyrir, en vantar kannski aðeins upp á stöðuleikann. En þetta búið að vera fínn leikur. Sjáum hérna stigaskori á KA-liðinu, Miguel Mateo Castrillo, 16 stig. Nú það virkilega öflugur og valla stigi feilspor til þessa. Óskar Fernández Celis, 7 stig, þar á 6 í annar hreinu. Ragnar Ragnarsson 4, Benedikt Rúnar Valdirsson 3 og Sölvi Páll Sigurpálsson 2. Hjá gestunum þar Damian Mosik stigastur, eins og svo sem 8 áður 7 stig. Pavel Gotthard 4, Mikael Artur með 3 og svo voru Mattius Narski, Konrad Vasilevski, Marcin Leksicki, Roberto Guarino og Gunni Mastalerek með allir með 1 stig. Kíkjum svo á östuðt á tölfræðina í þessari annar hreinu. Kemur hér 25-15 sigur KA eftir að það hefði nú verið bara jafnt á flestum tölum lengi vel. KA með 16 smarstig af 25, það 64% af stigunum. Segir þetta bara svolítið hvað við erum með öfluga sókn. 10 hjá gestunum af þessu 15 og já, svona tiltölulega jafnar tölur annars, en KA þessi vinnur þessar fyrstu 2 hreinu frekar samfærandi á endanum. En spurning hvort að Andrei Collins dos Santos, þjálfari KA, gerir kannski einhverjar breytingar á liðinu hérna í 3. hreinu. Leyfir kannski mönnum að spila meira sem að hafa ekki fengið tækifæri til þessa. Þannig að sjáum við hvernig þessi önnur hreina spilaðist. Jafnt þarna fyrir hlutanum, svo kom frábær 8 stiga kafli hjá KA sem gekk bara frá þessu. Það einmitt munurinn á liðunum, 23-15 sigur KA. Nei, 25-15 minni, hafa 10 stig munur svolítið, þú klárar ekki 23. Já, á fer 3. hreina að hefjast hérna hjá okkur. Og spurning hvort að KA-liðið ná að klára þetta í 3 hreinum.
Jæja, hann var allt klárt hérna í þriðju hreinu. Patrik í uppgjörnum fyrir Káa. Fínn bolti, smá vandræði við móttökuna en gera bara virkilega vel úr þessu, reyna að lauma. Óskar tekur þetta. Patrik upp á Matteo. Matteo bombar þessu en fín vörn. Og erfið bolti hérna. Birkir tekur við. Kemur Óskar. Þrumar þessu beint í gólf. Já. Eins og Káa-liðið bara ótrúlega vel mannað. Sérstaklega sóknarlega. Hefur svo sem verið það síðustu ár með algjörlega stórkostlega sókn. Þessi bolti út hjá Patrik og hann hendi sér í gólfið. Gaman að þessu. Og staðan því að 1-1. Mikael Artúr, menna bolta, flott móttaka hjá Birki, boltin upp á Matteo, Matteo á hárninni og frábær hávörn. Þetta var Demian Mosik sem tók hennar bolta. Heldur árum að raða stigunum, komið með 8 stig og gott blokkstig. Það er á 2-2 í blokkum hjá liðunum. Og aftur er þá Mikael í uppgjöfinni. Þessi bolti aftur á Birki, frábærlega gert hjá Óskar, halda honum á lofti, við skilum þá þægilega yfir, smá vandræði hérna hjá gestunum og þetta endar í gólfinu. Káa fær því sitt 3. stig. Smá vesen hérna á honum Marsin í uppspilinu. Svekkjandi þið voru í fínni stöðu hérna gestirnir. Kemur Óskar fyrir Káa. Smá vesen á móttökunni en þeir gera þess að vel úr þessu. Matteo heldur þessu vel á lífi hérna. Kemur hann Lexi kominn inn og skora sitt 1. stig. Alexander Arnar Þóriðsson kominn á blað. Lexi eins og segi kominn svolítið meira í stöðu kant og er að leysa það vel af hólmi. Boltinu hérna út á áfram með þetta, ég held að það er að fara að dæma út og svo var ekki, kemur Lexi af hárninni og út og ég skil nú Mosik alveg vel hérna held ég að boltinu farið í antennuna. Þessi verður að neti sem fór hérna en allavega Lexi enda að fá stíið. Káa 4, Þróttur 2. 3 stig að Káa núna. Og enn er Óskar okkar í uppgjöfinni. Þetta var hins vegar virkilega gott uppspil núna og hann Matteus Snarski skila sig gólfið. Uppspilið búið að vera svona aðeins hit or miss hjá honum Marcin Leksicki en þetta var virkilega flott hjá honum og munurinn 1 stig hérna í upphafi 3. hreinu. Það verðist áfram að vera að spilast svipað en liðin eru hnífjötnina í upphafi hreinu. Kemur frábær lauma hjá Matteo en mögnu björgun hjá Matteo Snarski en Káa heldur bara áfram að þjarma að þeim. Missa boltan þá yfir, ok. Kemur Lexi af netinu og svo í gólfið, Það hristi bara hausinn af þessu. En Lexi strax komið 3 stig. Mæði mikið á honum þarna á kantinum. En hann er að skila þessu, heldur betur 3 stig. Boltinn upp á Gotthard og þessi bolti af hávörðinu út. Gestin fá stíið. Það fór klálega af hávörðinni. Það var aðeins að vega að metta hvort hann að fara í hávörðinu eða netið en þetta er rétt stig til gestana. Pavel Gotthard 5 stig. Þetta er eins og netið hjá Demian Mosik og Káa leiðir áfram hérna. Spurningutuna að slíta okkur frá
Þrótturunum aðeins fyrir núna. Og þetta þess að frábærlega gert. Já, það meira var út í smass. En Marcin leggs ekki með sitt annað stig. Og áfram einstigs munur. Pavel býður eftir flautinu, hann kemur hér. Aja. Kemur alltaf frá honum, þægileg fyrir Óskar. Og kemur Lexi enn og aftur, aja. Vörnin fín, hvar endar þetta? Aja, Howard góð. Og kemur Óskar á afturlínunni, situr hann í netið en þeir ná að verjast þessu. Frábær Howard aftur, jæja, boltinn leikur yfir. Núna sénsum að káa aftur Lexi og Lexi bombar sig gólfið. Já, 7-5. Lexi kom með 4 stig, nýkomin inn á. Og Lexi komin í uppgjöfina og fín hjá honum og þessi bolti ekki alveg nægilega góður hjá Grímamir. Hávörnin sér við honum og Ragnar Óli Ragnarsson blokkar hann og með sitt 5. stig 8-5 og þá tekur hún Jóhanna Kolek leikhlé fyrir gestina. Spurning hvort að káa sig ná að slíta sig fyrir frá það núna. Já, kíkir kannski sjáum hérna lista yfir stig beint úr smössum. Matteo með 12 smassstig, stigastur á þeim vettvangi. Óskar Fernandes fyrir Káa og Demian Mosik gesturinn báði með 6 stig og Pavel Gotthard hjá gesturinn með 5. Já, og hann gaman að rýna í þetta. Þetta er ekki bara pjúra stigaldur. Að skoða smassstigin. Já. Gísli Matti tekur vel á móti, fær svo boltinn tilbaka, bombar þessu, frábær Howard þarna. Já, þeir gefast ekki upp. Þetta var Howard hérna hjá honum Gnímamir. Tveggja stiga munur. Gefast ekkert upp, þetta er engin ástæða til. Og þessi bolti af netinu skrúast til hliðar og endar út af. Heppnin ekki með Gnímamir hérna. Aftur 3 stiga munur. Ja, þetta er flott spil hjá gestunum. Hörku bolti hérna, nendar á að Mikael Artúr setur henni Howardinu út. Jájá, eins og ég segi, gefast ekkert upp. Þó að þetta sé þetta ansi krefjandi leikur og þetta er ansi krefjandi leikaprógram hjá Þrótti Vogum hér í upphafi tímabils. Fyrst gegn þessu ógnar sterka liði Hamars og svo beint í Káa-heimilið. Það verður gaman að sjá hvort þeir ná ekki örugglega að grafsa í einhver stig í vetur. Leikmenn Þróttar Vogum. Kemur Mosik hérna en Birkir mjög vel staðsettur. Og svo kemur frábær Howard hérna þeir blokka Óskar. Það er ekki oft sem að sé það gerast. Og þetta er hvað? 4. blokkstig gestana. Mattius Snarski kom með 3 í heildina. Það sé það 3 stig í heildina. Og þetta sveiflast áfram í 2-3 stigum. Þessi bolti er eins og var ekki nægilega góður frá Konrad
Vasilevski setur hann beint í netið og Káa 11-8 yfir. Kemur þessi bolti. Já, hann var smá óviss þarna hjá dómurunum en þannig fær Damian þetta stig en það settur hann í háhutuna út. Já, fram stigastur hjá Þrótti Vogum. Já, ágætis jafnvægi í leiknum núna. Óskar við það missa bolta niður og svo dæmt mók hérna á Patrik. Var aðeins og lengi átt að sig og þetta er réttur dómur. Einstigs munur, Þróttararnir gefa ekkert eftir, 11-10. Óskar gerir vel þarna og þessi bolti frá Hermanni hendar í gólfinu, ekki sem fastasti en það þarf ekki alltaf. Hermann Byring komin á blað og við náum áfram að halda smá fjarlægð hérna. Nývamir næri ekki að skella sig gólfið og kemur Gísli Marteinn og aftur kemur hann og já. Fljótur að átta sig og skilar sér svo endanum í gólfið. Gísli Marteinn Baldvinsson kominn á blað. Hermann með bolta, gott að taka vel á móti og boltinn svo upp á eins og svo oft áður upp á Damian Mosik og hann er komið með 10 stig. Já, 13-11 fyrir Káa og spurningum til Þróttararnir séu að ná að hanga lengur í okkur núna. En það getur alltaf allt gerst í þessu ef þeir ná að halda sér inn í þessu. Getur alveg stólið þessari hreinu. En frábær varð þarna og þarna vantaði eitthvað þarna hjá þeim félögum Birki og Alexa. Og fyrir vikið enda þessi bolti út af og Damian Mosik fær stigið skráð á sig. 11 stig hjá honum, einstigs munur. Æja, þetta er allt annað, kemur Gísli en setur hann út og við erum í jöfnum leik hérna í þriðju hreinu, 13-13. 3 stig í röð hjá Þrótti Vogum. Óskar flott móttaka boltinu upp á Lexa. Lexi af hárinu niður. Já, heldur Káa í fórustunni. Lexi er að eiga virkilega flottan leik hérna á kantinum. Komið með 5 stig. Og Gísli Marteinn kominn í uppgjöfuna. Og hann er að sækja ás. Virkilega fastur bolti. Og Konrad sem har reynd að taka við þessu missi boltan upp í loftið. Og Káa 15-13 yfir hérna. Já, þetta var virkilega vel gert hjá Gísla. Hann setti uppgjöfuna í fyrstu hreinu í netið. Sækir ás núna, hvað gerir hann hér? Þessi var út til honum. Þá erum við búin að sjá flest allt frá honum. Það er í net, út og ás. Og staðan 15-14. Káa í vil. Pavel fyrir gestina. Hann er út. Þróttararnir vilja menna að hann veri inni. Ég er ekki viss um það en það var hann dæmdur úti. Þeir eru ekki sáttir, vilja menna að það átt á línuna. Ég ætla
Svona rýna í þetta aftur. Já, þessi var allavega hansi nálægt. Spurning hvort að þessi kannski bara rétt hjá þeim að þessi bolti hefði lent á línunni. Reyna að lauma og það er ekki bara að reyna. Svara strax fyrir sig, flottu bolti þarna hjá Marcin Leksicki. Hann er komið 3 stig í leiknum. Við erum fína yfirsýn og er að skila boltan í gólu þegar hann fær tækifæri til þess. Finna það upp hratt, uppspila Ragga og frábær hávörð þarna hjá Mateusz Snarski. Frábær hávörð, 5. blokkstig gestanna. Þeir eru aftur að jafna við til 16-16. Já, heldur betur spenna hérna í þriðju hrynu. Og frábær hávörð aftur hjá Mateusz Snarski. Já, hann er komið 2 blokkstig í röð hérna, komið 60 í heildina. Og Þróttararnir komnir inn með 6 blokkstig í leiknum til þessa. Já, boltinn upp á Óskar, setur hann langt út og Þróttararnir eru 2 stigum yfir hérna 18-16 og þá hefur Andrei Collins séð nóg og ég er hjartanlega sammála honum. Fyrsta leikli KA í leiknum, það kemur hérna seint í þriðju hrynu, KA undir. Skildi þó aldrei verða að gestirnir myndu knýja fram 4. hrynu og hleypa þokkalegri spennu í þetta. Já, mikil stemning í liði gestanna núna. Svona skiljanlega, þeir eru að eiga flotta hrynu. Ég er svona í stöðunni 8-5 fyrir KA, ég held ég að þá myndi þið gefa svolítið eftir og KA myndi ganga á lagið. Svo er aldeilis ekki búin að vera raunin. Og Þróttararnir hafa svarað hérna með 13-8 kafla. Þungur bolti hérna, Óskar tekur vel á móti og kemur Gísli Marteinn og svekkjandi fyrir Gnífameir, hann nær að kasta sig á þetta, það er engin klár að stökka bolta á með 2 og Gísli Marteinn fær hérna sitt 3. stig. Minnkar þetta í 1, 17-18. Þá fáum við Vigfús nokkuð Jónbergsson inn í uppgjörinu hjá okkur. Skilaði sínu vel í fyrstu hrynu. Spurning hvað hann gerir hér. Nú er aðeins meiri pressa. KA undir hérna fyrir lokakaflan. Kemur Fúsi, eins og svo ofta er samfærandi boltið á honum. Upp á, þessi bolti var líkast að leiðinu út, en Lexi tekur hann, setur hann í gólfið. Og Mikael Artúr fær því stigið, komið 5 stig. Já, við erum búin að hvíla Matti og fyrir vikið finnst mér svona að hafa dottið aðeins bitið í sóttinni á okkur. Þessi bolti eins og út hjá Marcin Leksicki. 18-19. Kemur Patrik fyrir KA-liði. Fín móttaka, svo kemur boltinn upp á Mossig en frábær Hátek Gísla, en boltinn áfram í leik, aftur kemur Mossig og reynir að lauma en Patrik er mættur þarna undir. Boltinn upp á Gísla og það voru hann sem er að laumar frábærlega. Þarna verður hann Mikael Artúr að staðsetja sig betur. Risa pláss þarna við hliðin á hárunni sem að hann skrifast alfarið á hann. Og Gísli nýtir sér það, 19-19. Fín móttaka, boltinn upp á Mossig, það setur hann í hárunina og þar fyrir aftan er Lexi og þar er Óskarsson núna og Óskar setur hann
beint á línu þegar menn nú eru úti en hann dæmdur inni. 20-19 og K.A. komið 3 stig í röð og tekið forystuna á ný. Óskar komið 9 stig og þá tekur Jóhanna Kolek seinna leikliðið sitt. Þetta fljótt að breytast en þetta áfram hnífjafnt inn í þriðju hrynu, 1 stigs munur og nú fer hvert stig heldur betur að telja. Þannig að hárrétt hjá Jóhannu að taka leikliðið. Sjáum hérna 3 stig í röð K.A. sem fyrir stöðinu úr 17-19 í 20-19 fyrir K.A. Það gefur Patrik þægilegur bolti og Lexi nær ekki að stýra þessi bolta betur og aftur eru við í jöfnuleik 20-20. Mikael Artúr kom með 6 stig, fer svo sjálfur í uppgjöfuna. Þetta er þægir Birki. Boltinn tilbaka á Óskar. Óskar þrumar þessu og þeir koma nú yfir á ævintýralega hátt. Aftur kemur Óskar. Frábær hávörn. Matteus Snarski sér við Óskari. Ótrúlegu varnarleikur hjá Þrótturunum. Enda svo á blokkstígi og þeir eru 21-20 yfir. Langur bolti, fer út. Birkir gerir vel í láta hann fara. Og við erum í jöfnuleik 21-21. Já, hérna hér. Þetta er æsi spennandi. Þeir gefa ekkert eftir, þeir pólsku. Hrættu uppstölu miðuna, Gíslabættir nær að krafsa í boltan, kemur Lexi innum einn blokkaður og dæmt net væntanlega á gestina. Já, lítið við þess að segja. 22-21. Óskar var mjög sannfærandi í sínum uppgjöfum til þessa. Já, það breytist ekkert hér. Mosík reynir að lauma. Það er frábælega gert hjá Patrik nær að halda sér lífi. Og þarna verður Lex að gera betur í hávörninni. Hann er bara hálf hætti við að mæta í hávörnina. Og það má ekki gegn leikmanni eins og Damian Mosík. 12 stig hjá honum. 22-22. Erum við að fara í upphækkun hérna í þriðju hrynu. Stefnir allt í það. Jafnt á flestum tölum núna. Matteus Snarski þennan bolta frábær móttaka þarna hjá Óskar. Þetta var krefjandi bolti sem kemur ekki nægilega góð bolti frá Gísla. Og gestirnir eru 23-22 yfir. Þá tekur Andrei Collins leikli fyrir K.A. Síðasta leikliðið hérna í þriðju hrynu og það eru gestirnir úr Vogunum sem að leiða. Já, eins og segir þeir hafa ansi gaman að því að vera spila hérna í efstu deildinni og eru að gefa K.A. hérna hörkuleik í þriðju hrynu. Mistu K.A. leið frá sér bæði í fyrstu og annarri hrynu þegar að leiða á en þeir hafa ekki gefið neitt eftir hérna í þriðju og ekki eru þeir að fara að koma þessu í fjórðu hrynu. Nei, þessi bolti út frá honum Mikael Artúr og jafnt núna 23-23. 2 stig sem
Hvoru liði vantar til að klára þetta. Mætir Sölvi og Ragnar inn á Illi Káa. Sölvi með hennar bolta. Hann skrúast á netinu, þeir ná að laumanum yfir og Raggi með boltan hérna, þeir missa hann aftur yfir. Og þetta endar hjá með stíga Þrótturunum 24-23. Og nú eru gestirnir einu stigi frá því að klára þetta. Káaliðið þjarmaði svo hressilega að þeim. En allt kom fyrir ekki, þetta endaði með stigi hjá Þróttivogum. Og þá er Damian Morsik í uppgjöfinu fyrir þá. Setur hann í netið og við erum að fara í upphækkun. Þeir náðu ekki að klára þetta hérna. Gleymum því ekki að það er að vinna með 2 stigum. Þannig að það er upphækkun hér framöndan 24-24. Gísli Marteinn fyrir Káa. Það hefst ekkert klikkað núna. Fín bolti hjá honum, en móttakan er flott. Og fastu bolti, aftur Gísli flottur. Óskar kemur honum tilbaka og Gísli skýrar honum. Nú er lag fyrir gestina. Upp á Gottard af Háörninni, flott Háörn. Lexi tilbaka, erfið bolti hjá honum, fær hann sjálfum tilbaka. Reynir að lauma, þeir eru allir mættir. Þarna vantaði smá talanda, hvar hendar þetta? Nú er lag fyrir Káa. Aftur upp á Lexa. Lexi þrumar sig gólfið, það var eiginlega engin Háörn og Lexi refsar. Lexi refsar 25-24. Já, hérna er þetta orðið æsi spennandi og nú er það Káa sem getur klárað þetta. Andrei Collins vill fá aðeins skarpara leiki okkar liði og ég er alveg sammála því, en þetta endaði svo sem með okkar stíi, en þetta kom ekki bakið á okkur. Gísli, þessi er út aftur, já, 25-25. Og þá er Pavel Gottard mættur í uppgjöfina fyrir gestina. Rosalega tíkt að klikka uppgjöfu núna. Og hann sækir ás. Lexi með slaka móttöku. Og nú er það gestirnir sem geta klárað þetta. Pavel Gottard með sitt 7. stig. 5. ás gestana. Bolti, Óskar tekur við og nú er það Lexi sem er smassar. Lexi setur hann út og Þróttur Vogum tekur þessa þriðju hrinu 25-27 og við erum að fara í 4. hrinu. Já, hérna hér. Þetta mega þeir geta gerðu virkilega vel í að sækja á okkur og gefa ekki þumlung eftir. Og endanum þá féll þetta ekki með Káa-liðinu og Þróttur Vogum vinnur 3. hrinu 25-27. Já. Leifum tölfræðina aðeins að rúlla. Og við komum svo fersk í 4. hrinuna.
Já, þá erum við að vera klár hérna í fjórðu hreinu fyrir ekki. Káa leiðir 2-1 en gestir heldur betur búin að sína það að þeir eru mættir hingað norður til þess að bæði hafa gaman en líka bara spila hörkublak og tóku þessa þriðju hreinu endanum bara virkilega vel 25-27. Ég held að það var ekki margir reikna með að þessi leikur myndi fara í 4 hrinur. En eins og segi, hrós á Þróttarana. Það er að gefa vel í þetta. Já. Spott ennþá lífið, Lexi setur hann yfir og nú er boltinn að Káa. Kemur Óskar, erfiður bolti og já, þetta er rétt. Tvíslag á Káa-liðið og Þróttur tekur fyrsta stigið hérna í 4. hreinu. Þessi bolti er inni, ás hjá Marcin Leksicki og þeir eru að byrja þetta betur gestirnir og það skildi þá aldrei að þeir myndu nú að koma þessi í 8. hreinu og fara það með stig hérna úr gáfvelinu. Alltaf upp á Óskar á hávordina út, já, þetta er flott. Óskar kom með 10 stig núna. Við ætla eigum ennþá Matteo inni. Þurfum að klára leikinn í þessari hreinu. Við ætlum að fá öll stigin hér í dag. Fengum 2 stig í fyrstu umferðinni gegn Þrótti Fjarðabyggð. Og þetta er fín vörn af gestunum. Aftur þjörfum við að þeim. Óskar ætlar að lauma hann auðvitaðlega, gengur ekki. Og þessi bolti bara ekki viss hvort að hann fara á Óskar eða ekki, en sem bara gefa Óskar þetta hafði blokkja honum. Staðan allavega, 2-2. Það er fyrir öllu. Patrik fyrir Káa. Fín móttaka á gestunum. Kemur Mosicki og setur hann að hávordinu út. Já, Demi Mosik kom með 13 stig. Við erum erfiðleikum með hann. Enda bara flottur spilari. Sér eins og var út hjá Mikael Artúr. Ja, Óskar fyrir Káa. 3-3 staðan hérna. Birkir setur hann upp á Gísli blokkaður en Káa-liðið áfram með fína sókn sem endar á að Lexi laumar listilega. Lexi komið 7 stig. Leysa þetta fínt hérna á kantinum hjá okkur. Gottard með hennar bolta, Birkir nær að krafsi hann en Lexi nær ekki bolta 2 sem var að vísu náttúrulega vissulega erfiður. Pavel Gottard kom með 7 stig. Þessi bolti eins og beint í netið hjá honum Matteus Snarski og hann skiptir svo út. Hermann Býring fyrir Káa hérna. Þægileg móttaka eins vegar og svo kemur Mosik fyrir gestina. Lexi með slagan bolta beint í netið.
og við erum áfram í jöfnum leik 5-5. Þessi Káa þarf að klára þessar hinu til að sækja öll stigin 3. Birkir missir hérna bolta yfir og Grímur nær ekki að skila þessi gólfið í staðinn. Það var bara Lexi sem að skorar. Já, dýrt spög hérna að Grímur skildi ekki ná að refsa þarna. Og Lexi kom með 8 stig. Gísli fyrir Káa. Fín móttaka, boltinn reyna að lauma en Lexi er að bregðast við. Lexi kemur svo í smaks einu megin en það er ekki alveg að gera nógu vel úr þessu og það er að Káa fær stigið. Seiling beint á gestina. Káa komið 2 stigum yfir, 7-5 og þá tekur hún Jóhanna Kólek leikli fyrir gestina. 7-5 fyrir Káa og hún er aftur að bregðast snemma við. Það virkaði heldur betur áðan. Þróttararnir voru að elta alla þriðju hinu en náðu endanum að klára hana 25-27. Þess vegna erum við hérna í 4. hinu og kæmi heldur betur óvart ef að gestirnir myndi fara með stig héðan. En eins og ég segi, þeir eru bara að gera virkilega vel úr sínu. Gísli fyrir Káa. Flottu bolti og missa móttökuna yfir og út. Og þetta er ás hjá Gísla Martini Baldvinsinni. Já, annar ásinn hjá Gísla hér í kvöld. En setur hennan eins og í netið. Þetta er sama stað og var í þriðrinu. Káa komst í 8-5 en þá kom fítkaprið á Þrótturunum og þeir komum sér aftur inn í þetta. Þetta er afar klöfulegt að sjá. Það er eitt að Birkir á kannski ekki að stýra boltan nægilega vel en það verður einhver að taka boltan með 2. Og Pavel færði þetta skráð á sig sem ás. Boltinn lekur hérna yfir. Kemur Lexi og skilar sig gólfið. Já, flott. 9-7. Lexi kom með 9 stig. Hann segi þetta er svona það vantar herslumuninn upp á að við náum að slíta okkur frá baráttuglöðum gestunum. Og hún segir spila líklega inn í að Káa-liðið er alltaf bara einfaldlega kannski aðeins á eftir í undirbúningnum. En hérna er Mikael Artúr að skora sitt 7. stig. Mikael er í 9-8. Birkir missir móttökuna yfir og slaka boltið þarna, þannig að Káa-liðið fær núna sénsinn. Kemur Óskar, hann er blokkaður út og Káa-liðið fær í stigið. Og Óskar kom með 12 stig, 10-8 fyrir Káa hér í 4. hinu. Og Ragnar fer þá í uppgjöfuna. Ragnar Óli Ragnarsson, nýr leikmaður Káa og er búinn að koma flott inn í þetta. Þetta er upp á Gísla. Gísli setur laumu boltið þarna yfir og frábær vörn hjá Gísla þarna og aftur hjá Lexa núna.
kemur Óskar, setur hann fastan hérna og þessi bolti dottin í gólfið, ekki einhver spurning um það. Fastur bolti hjá Óskari enn og aftur. Og þrátt fyrir fína vörn hjá Kristján Líberó þá enda þessi bolti í gólfinu og 11-8 fyrir KA. Þau bara að halda áfram. Boltinn hérna út og KA skyndilega komið 4 stigum yfir. Þessi bolti frá Mikael Artúr of langur. Það var eins og fín móttaka og orðinni fín bolti upp á Mikael en hitti ekki völlinn. Þá setur Ragnar boltan út. Já, Birkir með flotta móttöku. Boltinn upp á Óskar. Óskar skilar sér beint í gólfið. Það er svo magna með Óskar, hann er ekki svo hæst í loftinu, hann er bara svo svakalega stökkkraft. Og manni finnst hann að svífa svo lengi í loftinu, það er sko hálfa verið hellingur. 13-9. Patrik með bolta sem að endar hvar, já ok, Lexi með fína vörn, boltinn upp á Gísla, Gísli blokkar, alltaf hins vegar að pressilega frábær hávörn hjá Mattheus Snarski. Og hann er komið með einhverja 4 eða 5 blokkstig, hvað segið þið, hann er með 6 blokkstig. Það er frábærlega gert. Það er ekki oft sem maður sér lið ná 6 blokkstigum í leikjum en hann er komið með 6 bara hann og einn og sér. Þessi bolti frá Óskari út og staðan því orðin 11-13 og maður bara finnur að það er komið smá pressa á KA-liðið en Þróttararnir bara að njóta þess að vera hérna enn í leik. Þessi stendur út. Frábær Hátján Lexa, boltinn eins og ennþá í gangi, fáum þælan yfir, Patrik upp á Lexa, Lexi laumar og frábær björgun hjá þeim og Óskar tekur hann, Patrik upp á Lexa, Lexi aftur og þetta var klaufalegt, en KA fær því stigið 15-11, þarna hefði Mosvík alveg klálega getað gert betur í bolta nr. 2. Já, þá er allt orðið klárt. Halda áfram hérna Óskar Fernández Celis fyrir KA. Já. Ágætlega gert hjá gestunum en KA sér við þessu, kemur Gísli að hárninu út. Já, þetta er allt annað. Munar bara alltaf svo mikið að við náum að þvinga á í erfiða móttöku. Já, þá er leikli hjá gestunum. (16-11) fyrir KA hérna í fjórðu hreinu og seinna leikli Þróttar og núna gangi. Já, hérna sjáum við
aðeins öðru sér tölfræði. Það er fjöldi uppgjafa hjá hverjum leikmanni. Það var Óskar Fernández sem er búinn að vera öflugur og er í uppgjöfinni núna fyrir KA. Komið 26. Segir það, hann er einfaldlega ansi öflugur í uppgjöfinum og öruggur í sínum aðgerðum. Jæja, þá höldum við áfram hérna. Gaman að kíkja aðeins öðru sér hluti. En móttökan fín í gestunum. Og við fá einmitt stíð hérna 12-16. Og þessi uppgjöf alls ekki góð hjá Matthías Snarski og þetta gæti verið dýrt núna fyrir hvert stig að vera ansi mikilvægt og KA aftur 5 stigum yfir 17-12. Hermann Býring í uppgjöfinni, KA án líberó núna. Það fyrir frá miðun og þarna vantar að vera mæti undir, þannig að þessi endar í gólfinu. Knífamir Masti Lirek með sitt 3. stig. Góð lumma hjá honum. Birkir, flott móttaka hjá honum. Boltinu upp á Gísla. Gísli setur hann út. Þetta er hvergi nærri búið. 17-14. Jájá, flott móttaka hjá Birki eins og svo ofta áður og þeir ná að bjarga þessu komanum yfir og dæmt svo net á gestina. Svekkjandi eftir frábæra varnarleik hjá þeim að ná að halda boltanum á lífi og koma hann yfir. En net dæmt á þá og KA fekk því stíð 18-14. Gísli Marteinn. Jájá, fýtt boltinn, Gotthard sér við þessu. Fær svo boltinn í afturlínunni, setur hann í netið. Aftur 5 stiga munur. Kemur Gísli aftur, Gotthard aftur sem að tekur við, gerir það vel og svo kemur þessi boll frá Mossig af hávordinu út. Já. Mossig 14 stig í honum. Það vera öflugur að vanda. Gotthard með hennar bolta, hann er allt of neðarlega. Þetta er dýrt. Þetta er dýrt í þessari stöðu og er KA komið í 20 stig. Lexi í uppgjörinu fyrir KA. Og þetta er slök móttaka. Já, þetta er sjaldséð að sjá svona móttöku hjá líberó en Kristján náði bara ekki að stýra þessu bolta frá Lexa og Lexi fær því ásinn. 21-15. Og hvað endar þetta? Æja, vel gert hjá Gísla í vörninni. Óskar inn að lauma, Knífamir tekur við þessu, boltinn upp á hann Marsin og Marsin skorar að lokum. Marsin Lexi ekki komið 5 stig. 5 stiga munur. Nú þarf Knífamir helst að koma með smá skorpu í uppgjöfunum. Birkir frábær móttaka að vanda. Kemur Óskar hinum megin og skellir sér í gólfi. Þetta er risa stig. 6 stiga munur. KA 3 stigum fyrir að klára fjórðurinn og þar með leikinn.
kemur hann Sölvi Páll inn í lið KA, tekur uppgjöfina. Þetta er fínn bolti frá honum og þeir missa móttökuna yfir, en Óskar hittir ekki völlinn, setur hann út. Já, hann er búinn að klára töluvert erfiðari færi en þetta í dag. Þessi var út hjá honum. Kemur Marsin, fínn móttökuna á Lexa. Kemur Óskar aftur, Óskar er blokkaður, boltinn fer út. Og KA-liðið fær því stigið 17-23 eða 23-17. Óskar kom með 16 stig, skoraði 1 stig í fyrstur hinnu, en er búinn að sjá svo stigaskoruna núna í kjölfarið. Miguel Mateo Castrillo er hins vegar einnig með 16 stig, hann spilaði bara fyrstu 2 hinnunar, hefur verið að hvíla núna bæði 3. og 4. Tilbaka hérna og setur hann út. Þetta er klaufalegt, boltinn út þarna í fínni stöðu og Mikael Artúr kannski eðlilega svektur með sjálfan sig, því nú er KA 1 stigi frá því að klára þetta. Patrik með hennar bolta, ja, fín móttakan, fyrir að svara og ja, hann lekur yfir og Gísli með hennar skilum tilbaka. Aftur er það séns hjá gestunum og þróunum og hvað gera þeir, ná að skýra honum? Já, nú er það svo sensin á KA-liðinu. Patrik upp á Óskar, Óskar bombar sig gólfið og þetta er búið. KA vinnur að lokum sannfærandi sigur hér í 4. hinnu 25-17. En þetta var töluvert erfiðari leikur heldur en þessi flesti reiknuðu með. En það breytti því ekki að KA fær öll 3 stigin sigri hér í dag. Skiptir ekki öllum hvort þeir hafa unnið 3-0 eða 3-1. Og já, flottur sigur að lokum, en mikið hrós á lið gestana. Komu og spiluðu fínt blag, tóku hreinu og hafðu klárlega gaman að þessu. Já, kíkjum örstuð á tölfræðina áður fyrir að setja gott, en þetta var, já, áhugaverður leikur. Óskar Fernández Elís nær á endan að vera stigast í liði KA með 17 stig, Miguel Mateo Castrillo 16 stig í fyrstu 2 hrinunum. Lexi kom inn á í 3. hinnu, enda með 11 stig, Gísli Marteinn með 6, Ragnar Óli 5, Benedikt Rúnar 3, Sölvi Páll 2 og Hermann Bíring Óttarsson 1 hjá gestunum. Her var Damian Mosik stigast með 14 stig, Mattius Snarski og Pavel Gottard báðir með 8 stig, Mikael Artúr með 7, Marcin Leksicki með 5, Knívamir Mastalerek með 3 og þeir Konrad Vasilevski og Roberto Guarino báðir með 1 stig. Kíkjum svo á tölfræðina hérna í 4. hrinnu sem KA vann 25-17. Sóknarleikurinn dróða aðeins á honum með hvernig hann var í upphafi. KA með 11 smarstig og gestirnir 5. KA með 2 ása rétt eins og gestirnir í þessari 4. hrinnu. 1 lauma á lið og 1 blokkstig á lið. Það var svona öðru fleiri mistök fyrir að leiða á þetta. En að lokum, eins og segi, samfærandi sigur KA í 4. hrinnu og KA fer því heim með öll stigin. Þið komið 5 stig eftir fyrstu 2 leikina hér í úrvalsdeildinni. Kíkjum sér örstutt á samantæktar tölfræðina, sjáum hana hér 25-17, 25-15 sigra KA fyrstu 2 hrinunum, síðan 25-27 sigur gestana, áður en KA svaraði með 25-17 sigri. Já, 45 smarstig og KA getnið 30. Annars var þetta svona, já, svona tiltölulega hefðbundið. KA-lið mun áfram bara, held ég, halda áfram að vaxa þegar líður á tímabilið. Menn á að spila sér betur saman og komast í betri rytma. Ég segi, það var engin æfingarleikur spilaður fyrir tímabilið, en það var bara strax byrjað á stóru leikjunum. Hérna sjáum við mitt 4. hrinuna, hvernig hún spilaðist.
að lokum sannfærandi hjá K.A.-liðinu 25-17. En já, ég heldur fyrir að setja gott hérna í kvöld. Þakkum kærlega fyrir árið, minnum á að það er stór K.A.-dagur á morgun. K.A.F.A. í lokaðum fyrir Pepsi Max deildarinnar klukkan 2 á Greiðavellinum sem að K.A. getur með sigri tryggt sér 3. sæti deildarinnar sem að væri besti árangur K.A. frá árunni 1989 þegar við erum Íslandsmeistarar og annar besti árangur frá K.A. á upphafi ef það tekst og það gæti gefið okkur þáttöku rétt í Evrópukeppni. Þannig að það er mikilvægt að við mætum á völlinn klukkan 4:30 hér í K.A.-milunni svo K.A. Þór gegn Stjörnunni í kvennahandboltanum og hann verður einmitt beinni á K.A. TV en hvetjum ykkur að sjálfsögðu til að mæta. Og svo klukkan 6 í golfskálanum er lokahóf knattspyrnudeildar með Oktoberfest ívafi en þá hægt að tryggja sig miða með því að senda á august@ka.is. En já, fyrir að setja gott inn í dag. Takk hérlega fyrir árið. Ágúst Stefánsson þakka fyrir sig og mér til aðstoða var Stefán Jóhansson. Gaman að þessu og við sjáumst vonandi fersk á morgun á þessum K.A. viðburðum. En annars takk í dag. Bless.